Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl, ég heiti Sigurjón Magnús Egilsson og hjá mér Helgi Gunnarsson, verður velkomin. Takk fyrir. Herri, það hérna, var manndráp eða morð núna fyrir fáundugum og það hérna, þar verið að tala um tálbeitur. Er það fátítt hérna eða? Já, sko, ef við tökum þessa tálbeitu, nú þetta svo sem þekkjum við hvorugur raunverulega þetta til aðstæðna eða til gerandi eða þolenda. Við höfum heyrt bara einhverjar fregnir í fjölmiðlum og það virðist að dragast að einhver mynd það að þarna gæti hugsanlega verið einhvers konar tálbeita eða minnst okkar fjárkúin á einhvern einstakling sem hefur eitthvað kannski í pókavæðinu eða eitthvað á samviskunni. En varðandi þessa tálbeitu aðferð, þá hún ekki mikið notuð af yfirvöldum hér á landi, sko. Þess að til þess að tökum þess bandaríkisdæmi að þar alveg bara heimilt fyrir lögreglu að nota tálbeitur og gera það iðulega til þess að draga fram sérstaklega svona brot, þessu kallum brot án þolenda eins og til dæmis, kannski fíkniefni en líka eins og vændi og fleira, sko, að bara útbúa, dulbúa sig og narra fram brotin. Sjá það svolítið í bíó. Já, sjá í bíómyndu, sko, þar þetta oft bara kennt bara í þessu í lögregluskólum að nota tálbeitur til þess að draga fram þessa aðila sem í á svona vettvangi. En hjá okkur, ef við tökum okkar svona lagaskilyrði, það verið mjög þröng lagaskilyrði, sko, fyrir lögregluna að beita tálbeitu og það eru mál sem hafa komið upp hérna á Íslandi þar sem lögreglun hefur verið að beita tálbeitum, til dæmis mjög frægt mál 92, það svona kókaínumál, sko, þar sem lögreglan fékk brotamann til þess að kaupa kókaín af öðrum brotamanni og það endaði illa og það fór fyrir rétt og það svona slapp naumlega það mál, sko, fyrir lögreglu að nota tálbeitu að þessu tagi, en það var tekið alveg fyrir og dómurinn tiltók alveg sérstaklega að það væri mjög þröng skilyrði fyrir því að beita tálbeitu og það mætti alls ekki nota borgara, hvað þá sakamann, sko, til þess að þetta fram og það er líka þyrfti að lögreglan sjálf, ef lögreglan myndi sjálf vera tálbeita, það væri líka svona frekar þröng skilyrði fyrir því og þyrfti að vera í ákveðnum undirning tilfellum. Þannig að okkar svona lagaumgjörð, hún frekar þröng með beitingu tálbeita. Þetta svona undir því yfirskyn að sem sagt við lögreglan má ekki sem sagt vera að narra borgarna til að fremja eitthvað brot sem þeir myndu kannski ekki fremja öðrum kosti og hvað þá sem sagt þá að borgarnir sjálfur fara að taka þetta og nota þetta, það auðvitað óheimilt með öllu, sko, en svona mál sem hafa komið upp hjá okkur að þetta eru svona þetta kókaínmálana 92 og síðan kannski enn frægara mál, það frá 8. áratugnum þegar lögreglumæður á Suðurnesjum fékk 2 ungar stúlkur til þess að setja áfengisflöskur í skottið á leigubílstjóra sem lögreglan var handviss að væri að selja áfengi í Battarauðamáli, sko, og það mál sem sagt komst upp sem sagt að þarna hefði þessum flöskum verið plantað af lögreglunni og þetta bara mjög alvarlegt mál. Það að segja að hann var bara fór fyrir dómstóla og misti þetta starfið og ekki bara misti starfið, hann fékk dóm, þurfti að sitja inni í fangelsi, sko. Þannig að hann misti þá neila svona einhverju leyti og mannári og það sýnir, sko, að þetta er eitthvað, þetta er svona úrræði sem mér vafasamt að vera að nota og þröng skilyrði og í þessi tilfelli var það þannig að það vera það narrabrot sem ekki hefði verið framið, sko. Það er að búa til glæp eða... Já, það er það sem er svona hugmyndin er dálítið þessi, sko, að lögreglan sé raunverulega að narra fram, að draga fram eða búa til afbrot sem ella hefði ekki verið framið nema fyrir tilverknað tálbeitunar og þetta er ekki heimilt og bara beiting almennt með tálbeitu er eitthvað svona sem telst svona vafasamt í okkar lagaumhverfi. Hvað þá borgarnir sjálfir fara að taka upp á sig sjálfir sem sko, nú veitum við ekki hvort að það sé endilega þannig í þessu nýjasta máli en það talað það samt en sko krakkar eða ungt fólk hefur verið að beita tálbeitum, er það ekki? Til að reyndar í hefndarskyni.
Jú, sko, það sem við höfum verið að sjá svona undanfærið og svona fregnir að því og eiginlega komið upp á yfirborðið eru það er ungt fólk sem er að svona lokka fram, sem sagt setja svo á netið og segjast vera 14 ára stúlka eða eitthvað slíkt og leita að einhverjum sambandi við einhver eldri karla og það hafa einhverjir byttuð agnir, einhverjir kallar byttuð agnir og síðan þeir bara einhvern veginn teknir fyrir sko. Þetta auðvitað óheimilt með öllu og að borgarinn gerir slíkt sko og þannig fyrstulega það kannski verið að draga fram brot sem ella hefði ekki verið framinn en segjum sem svo að þetta sé einstaklingar sem er að brjóta þessu með þessum hætti að þá er þetta allavega ekki leiðin til þess að uppræta að vera með slík athæfi. Og mér finnst einhvern veginn að við höfum svona verið kannski dálítið undanlátsum gagnvart þessu eða umburðandi gagnvart þessu vegna þess að svona kynferðisbrot gegn börnum þetta eru svona hræðustu glæpir sem hægt er að fremja sko og þá einhvern veginn finnst manni að í umræðinni þó lögreglan hafi verið að vara við þessu að lögreglan ekki taka borgarnir ekki taka lögin í sína eigin hendur þá finnst mér einhvern veginn í umræðinni verið frekar svona eiginlega sýnt þessu skilninga einhverju leyti eða minnst að já þetta er ekkert óeðlilegt að þetta komið fram eða borgarnir sjálfur stíði fram og reyna að leysa þessi mál. Við vitum öll hvernig réttarvörslukerfið er að það kemur eiginlega ekkert út úr því og þess vegna finnst mér að menn hafi ekki stíði fast niður raunverulega að draga fram hvað þetta getur verið varhugavert sko. Bæði vegna þess að það sé geta komið fram að einstaklingar sem eru bara saklausir og eru ekkert að vera að brjóta kynferðislega á börnum eða tekið einhvern annan fyrir misskilning eða einhver sem er svona forvitnisvarari sem hefur ekkert illt í hyggju og þá raunverulega menn að vera að búa það til og síðan eru menn skotmörk en það sem kannski er annað í þessu líka sem gera verkum að þetta er kannski enn varasamara að það er það að þegar að einstaklingar sem hafa kannski verið dæmdir fyrir kynferðisbrot gegn börnum eða einstaklingar sem eru grunaður það að þeir verða einhverju leyti sko tilefni fyrir einstaklinga eða hópa til þess að taka á beinlínis fyrir og berja þá eða kúa af þeim fé. Það er að segja vegna þess að þessir einstaklingar að þeir raunverulega eigi bara ekki skilið bara að fá að vera meðal frjálsra manna og þetta og eiga sjálf sér ekkert gott skilið og þess vegna verða þeir bara svona fórnarlömb að þessu tagi fyrir einstaklinga sem eru kannski ofbeldis vilja leysa málin með ofbeldi og réttlæta þetta dott með því að þetta séu soddan þrjótar að þeir eigi þetta bara skilið sko og bara ganga beinlínis í skrokk á þeim og raunverulega kúa út fé og svo framvið. Það er þarna sem maður sér líka svona ákveðna hættu sko að með tálbeita aðferð og hleypa borgurinn inn í þetta að þarna geta þeir orðið svona skotmörk að target fyrir einstaklinga hópa sem sjá bara þarna fjáröfluna leið fyrir sig að leysa bara málin með þessum hætti geta náði í fé af þessum einstaklingum sem eru hvort sem er litnir illu auga af öllu samfélaginu og eiga ekkert gott skilið og við getum séð til dæmis í fangelsum sko, hér á landi sko, að það er ákveðin svona virðingarkerfi og einstaklingar sem hafa brotið gegn börnum, þeir eru á botninum sko. Og þeir hafa haft það oft á tíðum bara mjög illa vist í fangelsi og mér svona sjálfum er það minnistætt að þegar að ég var að svona byrja á minn feril í afbrotafræðinni, svona skömmu fyrir 1990 að þá heimsótti ég fangelsi og fór meðal annars að Litlahraun og þar var einn einstaklingur sem hefði fengið mjög þungan dóm fyrir sem sagt ofbeldi og kynferðisofbeldi gegn barni sko og satt inn í þennan þungan dóm og hann var sem sagt vistaður í einangrun á Litlahrauni sko, þar að segja að var ekki gluggi og hann umgengst ekki neina aðra fanga eitthvað slíkt sko og aðeins fangaverði og ég fór og ég tók viðtal við hann og hann bar sér bara vel. Honum fannst að þetta væri bara betra og ég fór að ræða svona við hann þetta og fangaverðina og þá var þetta vegna þess að þegar hann fékk dómin og klippt inn eða settur inn í Litlahraun þá var hann bara tekinn fyrir af föngunum sko. Það var bara gengið í skrokk á honum og hann mætti bara ekkert fá að labba gangjana sömu ganga og við hinnir sko og það var bara beinlínis hann bara til að bjarga eigin lífi sko að þá komu fangelsisyfirvöld inn í máli og sagði þú verður bara að afplána í einakornavistinni og hann bara
var bara sáttur, það sagði já, þetta er bara, ég get ekki verið á svo venjulega gangi því að það er bara verið bara tekið svo illa fyrir. Þannig að það er svona dæmi það, svona afstöðu sko, bæði þetta samfélagsins, þetta fordæmir þetta kynferðisbrot gegn börnum, en sko innan fanga samfélagsins líka, að þá er þetta það lægsta að lágu og ef þeim er svona oft hleypt inn á gangana með almennum föngum, að þá eru teknir fyrir og menn vilja ná sér niður á þeim. Þannig að í svona umhverfi sem við búum í dag, þar sem við skiljum mjög vel, þetta er einhvern veginn svo kynferðisbrot gegn börnum, það er eiginlega ekki til verra, finnst mér, þetta er svona alvarlegasta broti. Þetta kveikir svona þessa réttlætis tilfinning í okkur öllum sko. Þannig að það er hérna reið út í samfélaginu líka og þú veist, réttarvörslukerfið er ekki að standa sig sko, það er að bregðast, þú veist, það er bæðir að sko að mörg mál sem falla niður og það er ekki hægt að hérna dómarnir vægir og svo framvegis, þá verða til svona eitthvað svona grassrótar hreyfingar sem segir, við verðum bara að taka málinu okkar eigin hendur og við höfum séð merki það undanfarna mánu hérna á Íslandi að það hafi verið eitthvað svona hópar og fólk og eitthvað slíkt sem er að reyna að narra þetta fram og telja sig eitthvað að vera málsvar eitthvað réttlætis. En í raun og veru er þetta bara vilt að vestri sko og þetta getur, þú veist, hættulegt fyrir þá sem taka þátt í þessu börnin og þetta getur rangur aðili tekin en þetta verður svona oft tíum svona réttlæting þá fyrir eitthvað brothópa sem eru kannski ofbeldisinnaðir og er að leita að fé sko að þetta er leið til þess að féfletta. Þá vel verið að þeir menn sem þau eru svona að taka fyrir að þeir geti kannski bara verið saklausir, þeir geta bara logið upp á atburðum eitthvað sem hafi ekki sannast. Það er þessi stóra hætta sko. Það verða til svona orðurómar að þessi er perri og við vitum alveg hvernig svona gróusögur og slúður og allt þetta, hvernig þetta fer og þannig að það er alveg klárt, það er hægt á því að saklausu borgarar verið teknir fyrir og lendi í þessari hakkavél. Þannig að það er alls konar atriði sem kom upp varðandi hversu svona vafasamt þetta er að það er saklausu borgarar en það er líka verið einstaklingar sem þess vegna hafa hérna brotið af sér og tekið út sinn dóm og eru að koma aftur út í samfélagi eftir kannski einhver ár í fangelsi eða svo og eru þá búnir og eru að reyna að koma sér fyrir og aðlagast og eru síðan teknir fyrir vegna þeir eru með hann stimpil á sér og það er líka eins og við stundum heyrum bara í fúlustu alvöru í samfélaginu og er alveg sjónarmið sko að menn segja, eigum við ekki að við erum með opinbera skráningu kynferðisbrotamanna að einstaklingar sem hafa brotið af sér gegn börnum eða öðrum að við hérna þú veist, nágrannarnir í okkar fína hverfi sko, við ættum eiginlega að vita af þessu svona til þess að ef svo er gert og þetta er einhverja tíðkast annars staðar, til dæmis í Bandaríkjunum Megansló sko, það sem er opinber skráning kynferðisbrotamanna að þar er líka ákveðin hætta á ferðina því leitinu til að það er einstaklingar, þessi viðkomandi skráður hann býr þarna í þessara íbúða fleira að viðkomandi verða sem sagt á svona viðfangsefni viðföng einstaklinga sem vilja þá brjóta á viðkomandi, vilja sem sagt berjan eða fjárkúan eða eitthvað slíkt. Sko ef við einhvern veginn hleypum þess á stað inn í samfélagið þá erum við raunverulega sko að búa til ákveði svona villta vestus ástand og það er líka það að fyrir einstaklinga sem hafa brotið af sér eða eru mest kenndir þessu tagi að það getur meiri sko að þeir sem sagt leiti sér ekki hjálpar eða leiti sér ekki aðstór sem er sannarlega fyrir hendi til þess að takast á við mála þessu tagi að þeir einhvern veginn fari inn í skel sína og komi svo sagt, og fá ekki raunleiki kannski bót þessara meina sína við hæfi og eru kannski einstaklingar sem eru kannski búin að taka út dóm og kannski þungan dóm eitthvað slíkt og eru einhverju leiti svona komnir á rétt ról en fá þetta svo framan í sig bara af borgaranum, höfnum allstaðar sem gerir raunlega bara kannski illt verra því það skapar reiði, það skapar biturð og það er hættu þá fyrir aðra, fyrir hérna að verði framtíðar þolendur og svo líka með einstaklingarna sem eru í þessari stöðu sko að þá einhvern veginn náður ekki aðlagast og verða kannski bara upp á samfélagi komnir gegnum bara bætur eða eitthvað slíkt í stað þess að geta kannski orðið bara nýtir borgarar sem borgar skatt bara eins og aðri borgarar sko. Þannig að það er margt í húið þarna og ef menn halda einhverju leiti að þetta muni
draga úr þessum brotum eða fæla menn frá þessum brotum að þá það því miður ekki svo menn halda það trúi það getur jafnvel gert bara illt verra þannig að sko þessar tálbeita aðferðir sem við höfum verið að sjá svona undanförnu sko einhverju leyti, einhver merki það við höfum líka vita að það hafa svona fjölmiðlamenn hafa verið að leika þetta sjónvarpsstöðvar og fleira sem menn hafa verið með svona ákveðin svona tálbeita aðferðir hérna úti og þetta mjög varasamt þetta vand með farið og þetta eins og ég segi, jafnvel fyrir lögregluna þetta mjög þröng skilyrði hvernig að þessi staðið og við verðum ykkur leiti að upplýsa þessi brot með öðrum hætti og við erum svolítið að gera það ég meina það verið að bæta réttarkerfi bæta rannsókn þessara mála og það líka verið að koma meiri stuðningur við gerendur á þessi tagi að menn einhvern veginn þora að stíga fram og vilja ná bát þessara meina sinna því að og það hefur komið í ljós að það alveg hægt þú veist þá kannski við læknum ekki barnagit sko, það ekkert mjög margir með barnagit en kannski fleiri sem brjóta sig gegn börnum en allavega að þó að það sé kannski ekki læknanlegt í sjálfu sér þá hefur alveg sýnt sig að jafnvel þó með þessum barnagit það ekki þar með satt að þeir brjóta af sér sko og það það sem við þurfum að koma í veg fyrir við þurfum að koma í veg fyrir þessi brot Já, sko fyrir mörgum ára síðan þá var það með Steingrímur Njálsson að við á DFF birtum myndir af honum og fengu svolítið bátt fyrir frá sumum. Svo einu sinni að gerist það að kona sem sér hann vera að fara inn í hús með lítinn dreng og hún hringir í lögguna, ræður við það og lögreglan fer og nær sem sagt stráknu litla áður en eitthvað var gert sko og þá var, sko þegar sagt frá þessu, þá hringdi okkur mjög mikið til að þakka fyrir að hafa byrt myndina því að hún þekkti hann af myndun sem við höfum byrt. Akkurat. En sko, þetta er frægt mál sko í sjálfu sér sko og hann þessi Skarpi Njálsson Steingrímur Njálsson sko hann þetta svona erkitýpan af svona kynferðisbókja börnum sko og það má eiginlega segja sko að hann var mjög fljóttaldi brennimertur og var þekktur og hann einhvern veginn fylltist bara sjálfur bara einhverju leiti svona ófyrirleitni, biturð, reiði þú veist því að hann var með stimpilinn á sér alltaf sko og var bara stór hættulegur sko og það er spurningin sko hvernig þú veist fyrir okkur sem kannski réttarkerfi og samfélag sko að einhverju leiti hafi ekki tekið betur á því og ég held að sumuleiti sko það er langur vegur, það er mikið gert síðan þá sko og hann einhverju leiti sko með þennan stimpil þá sagði hann mér er bara samu samfélagi, sko. Það gerir mig hvað sem ekkert fyrir mig, sko. Þú veist, þetta er bara, hann var eiginlega óforbetranlega þýlitunni til og það má eiginlega segja að svona samfélagslega viðburðin hafi bara espaðið upp í honum, sko. Hún var eiginlega bara skýt sama, sko. Og ég held, sko, að svona einstaklingur eins og hann kemur upp núna, svona einhver Steingrímur Njálsson sem kemur upp, sko, ungur, sko. Það við tekið öðruvísi á því, sko. Og þannig að hann hefði ekki orðið svona skepna eins og þessi maður varð sko þannig að hann var stór hættulegur ef hann var bara látin vera og laus sko og hann virtist ekki hafa einmitt neina samkipti á þessum börnum og hann taldi þessi jafnvel vera að gera þeim gott sko var ekki að gera þeim neitt skada hann sá ekkert harminn eða skadan sem hann var að gera þessum börnum sko en hann er svona þessi erkimynd og fyrsta sem okkur dettur í kynferðislegum brotum þá dettur okkur kannski þessi maður í hug sko en Já, hann var náttúrulega umtalaðast í svona maðurinn og kannski bara alla tíð það var náttúrulega bæði var hann svo síbrotamaður og hlaut marga dóma og sko en það er samt sko með að fer svona tilbaka í fortíðina sko að þá voru oft þessi brot svona kallar sem voru að leita á drengi og svona þetta voru oft haft aldrei í flimtingum sko það var í svo það væri eiginlega ekki tekið fyllilega alvarlega á þessu sko og það var svona dálítið vantrú á þessu sko það er kallar að leita á börn og eitthvað kallar að leita á drengi þetta er ekki til það nokkuð og við sjáum þetta jafnvel í sko viðbröðum sko bara í dómum sko að menn einhvern veginn trúa því ekki til dæmis að kynferðisbrot þú veist
feðra gagnvart dætrum, það ekki til bara, sko. Það engir íslenskir feður sem misnota dætur sína, sko. Og við höfum bara málið þetta, sko, þú veist, fram eftir 20. sko, það sem bara dómara, fínu dómarandi, sko, í skikkjónu sínu, sko, þeir bara trúa því ekki, sko, að svona brot séð til. Þannig að það eiginlega bara svona á síðustu áratugum sem við erum bæða uppgöta hversu alvarlega þessi brot eru. Og þetta getur komið upp í, þú veist, alls konar hópum og fleira. Þannig að sko, bæði það sko að við erum farin að taka kannski svona þolenda kannski meira alvarlega en við gerðum, sko, og frásagnir þolenda, en líka farin að þess að taka varandi gerðum það, sko, að þetta, þetta eru brot sem eru til, að þetta eru afleiðingarnir eru alvarlegar og það þurfa að stoppa þetta og taka á þessu og dómar hafa þyngst, en á sama tíma hafa líka komið upp þá svona meðferðarúrræði. Það sem eiginlega komið til móts við þessa einstaklinga og bara aðstáða við þá að þannig að þeir brjóti ekki af sér, sko. Og það hefur líka svo sem gengið ágætlega, sko. En þessi svona brennimerking og útskúfun, hún getur bara alið af sér ógnar skepnur, sko, og mörguleiti gerði það með Steingríð Njálsson að hann var að ógnar skepnu og kannski var það alla tíði sjálfur sér en það var allavega ekki dregið úr því, sko. Já, við verið til einhverju í samviskeiðunum áður, þá var hún rifin úr. Já, rifin úr, sko, og hún fannst hún örgulega ekki skuldaði neinum en eitt, sko, og gerði sér ekkert grein fyrir þessum kannski afleiðingu þessara brota sem var kannski dálítið algengt á svona fyrra á tíð, sko, menn átti þess ekki fyllilega á kannski alvarleikanum og hversu langvarandi þessar afleiðingar geta verið fyrir þolendur kynferðisbrota og það það sem við höfum verið að sjá núna á undanförnum áratugum. Við erum að sjá þolendur stíga fram, svona þolendarsögur, svona reynslusögur og svona hvað áhrif þetta hefur haft og við einhverju leyti, sko, höfum kannski ekki fengið gerendarreynsluna eins mikið fram, sko, það að segja sögur af þeim, sko, það að segja þeir eru ennþá dálítið svona tabú, sko, að því leytinu til að stíga fram og horfast í augu við verksín og alvarlegingar að menn hafa ekki, þú veist, við höfum ekki ennþá sjálf sér fengið margar slíkar sögur, sko. Nei, sko. Það kemur að því, sko, vegna þess að þetta eitthvað sem hægt að takast á við og eiga við með, þú veist, réttar örslukerfinu sjálfu og flétta inn í einhvers konar meðferðarúrræði, menn þeir hafa ekki ennþá fengið svona kannski lögmæta rödd ennþá í svona einhverju samfélagsumræði vegna að athæfi þeirra svo fordæmt, sko. Ég talaði einu sinni við mann sem að sagði mér að hann svæfi hjá dóttur sinni og var ekkert að draga neitt undan með það og ég segi, hvernig dettur þetta í hug? Við elskum hvort annað, sko. Þarna var, sko, siðferðisvitundin hans komin alveg út í móa. Hann taldi sem sagt að þau væru bara ástfangi par. Þetta er svona... Svo vont að heyra þetta og hvað maður gera. Nei, sko, þetta er svona siðferðisbrestur eða svo, svona markalínan og allt það, sko. En við höfum ekki, rættir þessu tægi hafa ekki raunlega verið í eitthvað svona opinber umræði, sko. Það er að segja að takast beint á við þessa hugmyndafræði og kannski þessar réttlætingar eða eitthvað slíkt, sko. Þess að þessir einstaklingar hafa auðvitað verið bara ítt til hliðar og raunverulega svona persóna non grata, sko. Og það er mikið skömm yfir þessu, sko. Og við sjáum að við lesum dóma og frásagnir gerenda í dómum að þá er rosalega mikil skömm í þessu og svona þagnargildi en á sama tíma þá hafa reynt að gera allt sem hægt til þess að dylja þetta, sérstaklega svo kynferðisbrot gegn börnum, sko, að þá eru með alls konar aðferðir gagnvart þolendum að svona beita umbun og refsingu og eitthvað slíkt, sko, að segja ekki frá á sama tíma og þeir bara hafna því að eitthvað slíkt hafi gerst og eitthvað svona, þannig að þeir vita af þessari skömm, sko, en einhverju leyti reyna þá að dylja þessu en svo þessi höfnun á því að það hafi gert nokkuð, sko. En ég held líka, sko, geti verið og hafi ég vel ekki gert að það, sko, bara ég, þú eða einhver annar getur orðið fyrir að vera bara borin sökum af einhverjum. Það er akkurat, það er þess að við höfum svona réttakerfi, sko, réttavörslukerfi, sko. Nei, þess vegna er menn búin að taka lögin í sína hendur og við viljum ekki sjá það, sko, og það er það sem við höfum kannski að sjá með þess að talbeita. Út úr miljónu var sagt í þessu nýjasta máli og ef það er að þeir sem búin að hyrða kannski bara alla peninga sem maðurinn á og jafnvel, sko,
sko í einhverju máli, ég er ekkert að fullur þetta máli, þekki það ekki, en það getur verið þá sé bara búið að ráðast að ákveðinni persónu, kúan Það er einmitt það er svona bendi til að segja eitthvað slíkt sko. Það er erfitt að því að við erum fá svona eitthvað fregnir af þessu óbeinar svona fregnir og vitum ekki nákvæmlega hvað það er að gerast en það sem virðist vera er það að þarna er einstaklingur sem hugsanlega hefur eitthvað sagt eða svarað einhver á netinu eða eitthvað slíkt sko. Að minnst okkur þetta er hópur sem sér eitthvað einstakling sem hefur kendir að þessu tægi eða eitthvað að fela í sínum bakskáp sko og ætla að nota hann til þess að kúa hann sko vegna þetta er einstaklingur sem eru þetta svona litið á sem persónu non grata, þetta er einstaklingur sem hefur hugsanlega brotið gegn börnum eða ætlaði sér að brjóta gegn börnum og þá hefur hann bara enga rétt og þá er hann orðið svona viðfang fyrir einstaklinga sem eru bara að leita að fé. Það er að segja bara kúa fé út úr viðkomandi einstaklingi og ef hann segir nei þá bara berja hann í klessu sko. Og það er kannski það sem við gerð sko. Það er að segja að þeir hafa reynt að vera að fá einhverja milljónir á hann og kannski fengið einhvern pening að þeir vilja fá meira eitthvað slíkt og þau bara gengju á langt sko. Þú veist og bara enda með því að drepa hann sko. Og það er þetta sem er svo hættulegt við þetta og sérstaklega þessu kannski með það opinbera skráningu kynferðisbrotamanna að þeir verði þá viðfangsefni og viðfang þessara target fyrir hópa þessu tægi, svona bara einstaklinga sem eru bara ofbeldis sinnaðar og það þarf að stoppa einstaklinga þessu tægi sem eru að beita mjög alvarlega ofbeldi og taka þetta bara af þeirri alvöru sem bara ber að gera sko vegna, þú veist og þetta er líka þessi spurningum sko, hvernig við berjast gegn kynferðisbrotum og kynferðisbrotum gegn börnum sko og að þetta er allavega ekki leiðin og þetta er ekki leiðin til þess að borgarnir séu nýttir til þeirra verka að draga fram þessi brot og svo er þetta líka þessi hætta að menn veri bara dregnir fram sem eru bara saklausi borgarar og fá á sig einhver ásökun sem eru slengt fram á netinu og þá eru einhver aðrir sem sjá það og ætla að grípa til eigin vopna gegn þeim sko og þú veist þetta gengur ekki svona í siðu samfélagi eða í svona einhverju svona réttarríki að einstaklingandi séu þá bara svona berskjaldaðir gagnvart einhverjum ásökunum eða einhverju slíku á netinu og jafnvel þó sko einstaklingar þú veist það er á netinu verið eins og segja hugsanlega einhverju tálbeitar núna þegar ég er 14 ára stúlka og leita einhverjum samskiptum við einhvern kall sko og svo svarar því og þá er hugsanlega komin í hendurnar á einhverju slíku þó þú sért kannski ekki gera eitt eða neitt sko, ætlir ekki að fara á staðinn heldur bara að leika þér á netinu eða eitthvað slíkt eða einhver unglingur eða eitthvað slíkt sko gera þá er menn að geta kallað yfir sig bara alls konar svona þannig að þetta er mjög svona varasamt sko enda er löggjón Íslandi hann er þetta er ekki heimilt fyrir venjulega borgara og það eru þröng skilir við þessu fyrir lögregluna sjálfa En það er rétt, þú talar það Stöð 2 var með svona umfjallanir það sem voru að nappa nappa sem segja og þeir voru svona, þeir targetu tiltekna einstaklinga sem voru afplána sko og til dæmis þeir voru afplána í opnu úrræði eða á áfangaheimili einn einstakling sem var í sínum dóma var komin á áfangaheimili og hann svaraði sem sagt þessu ákalli á netinu eitthvað 12-14 ára stúlka sem er að leita eða drengur að leita eitthvað kynferðismökum og þeir gripa hann sko þannig að það var svona frægt mál og þetta er bara mjög vafasamt sko því hann bæði verið að narra borgara til kannski brota sem hann myndi ekki fremja og þetta er ekki leiðin til þess að fá fram réttlæti í okkar samfélagi að við séum einhverjum slíkum svona þessi riddara réttlæti sinns að vera við einhverju lein eða löggu bóa leik hérna í samfélaginu sko vegna þess að bæði þetta getur tekið þetta saklausa borgara en það er líka það að þessir einstaklingar sem hugsanlega hafa einhvern tímann eitthvað brotið af sér að þeir verða svona viðfang þá bara einhverja brotahópa og ofbeldishópa sem bara gangi í skrokka á viðkomandi og elta fér eitthvað slíkt sko og við erum ekki að fara að leysa eitt eða neitt með því sko, við erum bara að opna fyrir svona einhvers konar vilda vestus samfélagi sem við viljum ekki búa í sko. En alvarlegum glæpum hefur fjölgað, eða ekki? Er það ekki kannski með höfðatölu eða? Nei, sko, það fer alltaf eftir í svona hvaða brot við erum að tala ef við erum að tala svona hegningalega brot í heildina, þá er ekki hægt að sjá fjölgun á þeim. Ef við skoðum einstaka brotaflokka, þá séum við til dæmis eins og manndráp, að þá höfum við séð ákveðin umskipti eftir 2020.
það var sem við tökum tímabilið 2000 til 2020 og þá erum við með svona nokkuð stöðu svona 2 manndráp á ári að jafnaði. En eftir 2020 erum við að sjá fleiri brot. Við erum að sjá síðan 20 fram í 25 sko erum við að sjá sko að jafnaði kannski svona 4 brot á ári sko sem miklu hærra en við höfum áður verið með sko. Og ef við tökum síðasta ár sko þá var það þá var það mesti fjöldi sem við bara séð á Íslandi. Ef við tökum samræðandi mannfjölda þá var það svona svipaðans aldamót árið sko. Við vorum með 5 manndráp aldamót árið 2000 sko og það 8 í fyrra, 8 í fyrra, 7 málin 8 manndráp. Þá það svona svipaðans aldamót árið 2000 sko. En málið það sko að við erum að sjá sko, eftir 2020 erum við að sjá fleiri manndrápsmál. Og ef við skoðum svona alvarlegt ofbeldi, svona líkamsárás 2018, svona það sem eru beinbrot sko, þá það svona einhver aukning sem við sjáum á síðustu árum sko. Og það kannski sérstaklega varandi það að við erum svona bundið kannski við tiltekna hópa sem eru að beita því ítrekkað sko. Þannig að það eru einhver hópar að núti sem að beita alvarlega ofbeldi svona nokkuð ítrekkað og þá raunverulega það sem hefur áhrif á statistíkina sko, að það sé þarna, aukning slíkra brota, en síðan auðvitað með sem kynferðisbrotin, alvarleg kynferðisbrot, að þau eru þarna öll til staðar í sjálfu sér og þau hafi skoðum lögreglugögn, þá erum við ekki að sjá kannski aukningu þar sko, og sérstaklega ekki með mannfjölda, en lögreglugögn eru auðvitað bara eitt form gagna kynferðisbrot. Það eru mörg, það eru þolendamælingar og það eru brot sem kom ekki upp á yfirborð og fleira og það margt sem bendir til þess að það sé bara hluti veruleikans, þessi brot sem koma til yfirvalda og til löggæsluyfirvalda og það sé miklu meira þarna út í samfélaginu sjálfu en samt að vona að það sé fleira stíga fram sko, vegna þess að það meiri skilningur gangið þolendum en það var fyrir bara 20, 30, 40 ári og það mikil þolenda skömm kannski fyrir 30, 40 ári núna. Það komið meiri svona skilningur á þolendum í dag sem ætti að gera verkum að menn kannski stíga fram og þá þarf þetta kannski líka réttarvörslukerfið að minnstakosti að leiðin í gegnum réttarvörslukerfið vera þannig að menn eitthvað leiti nái fram rétti sínum sko, og það kannski það sem sumir hafa kannski ekki alltaf trú á sko, en það það sem við þurfum bara að efla hjá okkur, að réttarvörslukerfi sé kerfi þar sem einstaklingar sem telja brotið á sig geti farið inn í og náð fram svona að minnstakosti einhvers konar réttlæti, en þá verður það líka að vera fyrir með gerendur, það þarf að gæta réttinda þeirra líka og ekki dæma saklausa og ekki dæma einstaklingar nema sem beinlínis hafa ætlað sér að fremja kynferðisbrot og þannig að það líka þáttur sem við þurfum að styrkja hjá okkur sko, varandi það sko, það þarf að vera réttarvörslukerfi þar sem við treystum og þetta svona þriðji aðili sem stígur það inn í á milli gerenda og þolenda og vegur og metur málsatvik og dæmir sem sagt af sanngirni og réttlæti í samræmi löggjöfina sko. En getur ekki sagt sko umfram allt að þá lögregla sem á að sinna svona málum? En ekki borgari. Ekki borgari. Það svona kannski eins og maður segir, svona bottom line í þessu það að látum sem sagt lögregluna sjá rannsókn brotamála og ég meina ef við teljum okkur vita eitthvað, þá við bara hafa samband við lögreglu sko. Við eigum bara láta bara viðeigandi yfirvöld bara vita af ykkur slíku og vera með svona, og það eru alveg opna línur frá borgarinu til lögregluna og láta lögregluna sker úr þetta og meta hvað þarna á ferðinni, en ekki vera að taka þess lögin í sínar hendur. Það bara mjög varasamt. Það ekki bara, það er varasamt líka fyrir þá sem eru talbeitur, þessi einstaklingar sem ætli góður í trú að affjúpa einhvers konar miska í okkar samfélagi, að þeir geta fengið þetta yfir sig líka, getur verið stórhættulegt fyrir þá og svo þetta líka getur þetta verið að grípa einhverja sem eru saklausir eða svo verið að draga fram einhver brot sem hefði alls ekki verið framin áður eða ella. Þannig að það er alls konar svona vítir í þessu sem gera þetta vafasamt að grípa til aðgera að þessu tagi og mér finnst þannig að það situr alltaf eftir að mér líka þessu vegna þess að það hefur oft komið fram af og til hérna á Íslandi þessi krafa opinbera skráningu kynferðisbrota en mér sýnist þess til dæmis þetta mál, mér finnst það setjast mikið vafa að það sé kannski rétta leiðin sko. Því þarna er að opna leiðina fyrir bara brotahópa að hafa viðkomandi bara fjöðu og kúan og með öllu, það er eitthvað sem er ríkalega sem er og svo líka það bara þessir einstaklingar að það eiga sér ekkert viðreisna von bara í okkar samfélagi ef þeir eru svona,
mertir með þessum hætti, brenni mertir með þessum hætti að borgararnir hérna sem sagt sjáu hvernig viðkomandi og allt þetta og það býður upp á svona miska gagnvart honum en á sama tíma þetta líka sko fyrir okkur sko með einstaklega sem brotið af sér og fleira að það þarf að vera líka okkur umgjörð og eftirlit og svona og jafnvel eftir afplán og dóma að það þarf að vera einhver eftirfylgd með það og vega og meta það sko hverju sinni, hversu alvarlegt brotið og hversu raunverulega sá einstaklingur hvernig hann í stakkbúin til þess að koma út í samfélagi án þess að brota af sér sko. Því að það líka skiptir þetta mjög miklu máli að við hafa eitthvað slíkt slíka umgjörð sko. Ég þakka þér kærlega fyrir að sitja hérna með mér en hér eftir augnablik kemur ykkur annar í minn stól. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is